Það er hægt að fara ýmsar leiðir að því að velja Zogo sem póstvefviðmót fyrir vefpóstinn. Og hérna til dæmis inn á ytri vefnum þá er hægt að fara hér undir innri vefir og hægt að velja beint Zogo hérna. Og þá förum við inn á slóð sem heitir postur.hi.is og það er rauninni hægt að skrifa það bara beint inn og þá lendir þið hér. Nú einnig er hægt að skrifa hérna webmail eins og hefur verið áður og þá getið þið valið póstvefviðmót. Og við ætlum að velja hérna Zogo og skrifa hérna notendanafnið og athugum að setja ekki @hi.is fyrir aftan, heldur bara notendanafnið. Og hér getur svo valið tungumál, allt frá ensku og pólsku og hér er íslenska. Ef ég vel ekki neitt þá velur Zogo fyrir mig það tungumál sem seinast var valið. Nú við sjáum hérna er ég komin inn og hér er allt á ensku og ég vil ekki hafa það þannig. Ég þarf ekki að logga mig út, ég get farið hérna í Preferences og valið hérna undir Language, íslensku og Save and Close og þá er allt orðið á íslensku. Nú það eru fleiri stillingar hérna undir valkostir, eins og til dæmis hvar Zogo opnast. Eins og við sáum núna þá opnaðist það beint inn í dagatalinu, en hér er hægt að velja það sem var síðast notað, nafnaskrána eða í póstinum. Ég vil opnast inn í póstinum og svo er hægt að velja hérna ýmislegt tímasnið og hvernig dagsetningin kemur fram. Ég vil hafa svona 28. seft og þetta er allt rétt svona. Gerir vist og loka og svo næst ég loka minn og þá opnast þetta í póstinum en ekki í dagatalinu eins og áður. En annars er hægt að skipta hér á milli dagatals, nafnaskrá og pósts.